Bjarki Ármann Oddsson. Bjarki, það stórleikur á morgun. Valur kemur heimsókn í Síðuskóla. Hvernig leggst þið í því? Þetta leggst mjög vel í mig. Verður bara hörkuleikur og ég veit að valsmenn munu mæta dýrvitlausir. Heldur að þessa frétti sem að berast núna að kanni þeirra sé fótbrotinu, verður þetta ekki bara til að gera þá ennþá brjálæðri? Jú, Ágúst er svo sem búinn að segja það að þeir þjappi sér bara ennþá meira saman og ég býst við þeim að þeir komið alveg brjálæði til leiksins. Þeir þurfa að sýna að þeir eru meira en einsmanns lið og vissulega er Kristúts mjög öflugur leikmaður en er hann ástæða þess að þeir eru ekki svona að tapa einu leik í vetur, ég veit það ekki. Nei, hann væri nú kannski ósanngjarnt að segja þessu einsmannslið, þegar náttúrulega það eru fleiri í liðinu. Já, vissulega, Rúnar Ingi, Birgir Björn, Ragnar, allt toppklassa leikmenn sem er búin að sýna það og sanna að þeir geta vel spilað í úrvalsdeild. En Bjarki, það er náttúrulega bara okkar að mæta bara velstemdi til leiks en þið gerðu góð að ferða á Skagann í síðustu umferð. Já, ég var mjög ánægður með strákana eftir hvað maður segja, 4-5 brösu að leiki þá svona náðu að sýna okkar rétta andlit og virkilega gaman alltaf erfitt að fara á Skagann og tók smá tíma að slíta á frá okkur en það hófst í lokin. Og spilamennska svona almennt verið bara þokkaleg? Já, hún var ágætt, sóknin var fín. Bjarki, hvernig er staðan á hópnum fyrir morgundaginn? Bara allir 100% klárir. Og hausinn líka? Já, sjálfsögðu. Bjarki, við tökum þetta ekki? Að sjálfsögðu. Gangið vel. Takk fyrir. Óðinn Ásgeirsson. Ósi, er það tilfelli að uppáhaldslagið þitt sé stöðvanarlagið, það er engin leið að hætta? Það hlýtur að vera sko, það hlýtur að vera. Óðinn, hafðir Valur á morgun, stórleikur, hvernig leggst þið í því? Þetta leggst bara vel í mig, þetta er við erum búin að undirbúa okkur ágætlega og kjörið tækja fyrir okkur til að komast nær úrslitakeppninni, þannig að mér leggst bara vel á þetta. Óðinn, mér skilst að þú hafi verið átt alveg fyrirnagóðan leik á móti Augnablik með flautukörfu og læti. Ertu að finna þitt gamla form? Já, ég segi það nú kannski ekki alveg að ég segi að finna mitt gamla form en jú, þetta gekk ágætlega með Augnablik og við reynda lentum mér svolítið vandræðum, við vorum 20 yfir í hálfleik en svona slökuðum full mikið á í seinni hálfleik en náðum að redda þessu fyrir hotnandi í lokin þannig að það var bara fínt. Þetta eru reynslu miklu það líka, mikið á gömlum refum þannig að við svo vissum alveg þetta ekki stinga af en við náðum að redda þessu. Og svo var að Skaginn í síðasta leik, þar áttu ágæðsleik og kláruðu það nokkuð örugglega. Já, þeir enda hengu í okkur allan tíman. Það var einhvern veginn alltaf leið og við náðum svona 10. fórstu þá komum við tilbaka og við náðum aldrei að hrista almenna á okkur. Þannig að það var ekki auðveldur leikur en við spilum mjög vel í fjórða og náðum loks að stinga svolítið af þá þannig að það gekk upp. Það er svona verið eins og teygja í þeim alltaf komið tilbaka. Já, við vissum það líka, ég meina þeir eru í mjög harðri fallbaráttu og náttúrulega þeir urðu svolítið að vinna þennan leik. Þannig að við vissum að þeir kæmu alveg brjálæðir og þeir gerðu það og þess vegna náttúrulega var þessi leikur svona eins og það var. Svo er Valsmenn á morgun, það er hörkuleikur. Já, það er hörkuleikur, Valsmenn náttúrulega efstir og sennilega eitt af 2 bestum liðunum í deildinni með Haukum, sýnist mér og þannig að þetta verður erfiður leikur en ég held við getum alveg unnið það. Það er bara, þeir hafa bara tapað einu leik í deildinu og það er á móti Haukum einmitt. Já, einmitt. Þannig að, ég meina þetta er topplið sko, ég var eitthvað búinn að heyra útlendingunni vera eitthvað tæpur en ég veit svo sem ekkert það en þetta er náttúrulega hörkulið og þetta verður hörkuleikur. Það er náttúrulega kannski ekkert að skipta máli, það er bara við mætum bara sterkir sjálfur til leiks og með ákveðnir. Já, við erum náttúrulega fyrst og fremst að hugsa okkur sko, þannig að við þurfum bara að mæta tilbúin í að leik og ég meina þetta er náttúrulega kjörið tækifæri fyrir okkur að við eigum Val núna og svo eigum við að ég held Reyni og svo Breiðablik í síðasta leiknum og þetta gæti orðið hreinn úrslitaleikur á móti Breiðablik að komast úrslitakeppnina þannig að sérstaklega þessi 2 næstu skipta náttúrulega gríðarlega miklu máli og þá kemur í ljós að Breiðabliksleikurinn skiptir miklu máli. Þannig að ég segi að þú ert bara borgarlega klæddur á æfingu þannig að þú þarft ekkert að æfa leikur? Nei, það er alls ekki þannig. Það er ég ætlaði náttúrulega að vera með á æfingunni í dag en það er bara flensa á mínu heimili og það liggja allir þannig að ég verð bara að horfa á í dag en ég er tilbúin á morgun. Telur ekki bara raunhæft að við eigum bara að geta lagt valsmenn hvort sem þeir verða með kannan eða ekki? Jú, ég meina við erum að spila heimavelli og ég meina við spilum okkar leik og þá ég meina þá erum við alltaf möguleika að vinna, það er ekki spurning og þetta er náttúrulega í okkar höndu núna, ég meina úrslitakeppnin er í okkar höndum, við getum komast þangað við viljum og við þurfum að byrja á morgun að taka þann leik og þá komum okkur í mjög þægilega stöðu og ég er alveg klárað því að við getum vunnið þann leik.
Ég sé að þú ert einbeittur á þetta og við eigum ekki að vona að áhorfendur fjölmenni í húsið? Jú, það verður alltaf voða gott. Ég meina, þetta er alltaf skiptir gríðarlegu máli að hafa stuðning hérna heima og þannig að ég bara hvet allir til að mæta. Það hefur nú verið vaxandi í síðustu leikjum. Já, þetta er bara að fara vaxandi í vetur sko og maður var svolítið hræddur hérna eftir Haukaleikinn, þegar við náttúrulega alveg gerum upp bak sko, þannig að maður var svona pínu smeykur að myndi engin mæta bara það sem eftir væri sko. En ég ætla að vona að fólk fyrirgefi okkur það og mæti á morgun og þá sýnum við hvað við getum. Er það ekki, heldur að fólk flikkist ekki í síðan á morgun? Jú, við vonum það, við hvetjum vel til að mæta. Og takk fyrir spjalli og gangið vel. Takk fyrir.